Já, komið þið sæl. Nú mikið háþrýstið svæði yfir Grænlandi sem að kemur til að stjórna svolítið hjá okkur veðrinu næstu dagana. Við höfum síðan glæð sem kemur hérna inn á Grænlandshaf og alltaf svona að reyna að hafa áhrif hjá okkur en hæðin hún heldur vel á móti og það verður svona í mestalegi einhver snjómuga hérna við suðurströndina frá þessari lægð. Ef við lítum á hitasviðið að þá sjáum við að það kalt loft hjá okkur í framrás og þetta loft frá þessari lægð sem að rennir sér hérna fyrir sunnan okkur að hún kemur til með svona aðeins að færa okkur örlítið hlýindi svona við suðurströndina þannig að hitastigið nær nú svona að lyftast eitthvað upp fyrir frostmarkið en annars staðar nú gert ráð fyrir að það verði frost á landinu og engin hlýindi í náinni framtíð. En það nú smá laðadræg hérna yfir landinu núna og hefur nú snjóað hérna fyrir norðan og þróunin næsta sólarhringinn svo að það verður slitið að snjókomið belti hérna við suðurströndina í kvöld og nótt og síðan verður þetta úrkomið belti hérna svona við suðurströndina næsta sólarhringinn þannig að það má nú gera ráð fyrir því að það verði nú einhver svona slita og síðan snjókoma hérna suðaustanlands. Annars ætti nú að verða hið fínasta veður á landinu og gæti nú orðið nokkuð bjart hérna einkum landið norðanvert. Frost hérna svona mjög víða en helst hérna við suður- og vesturströndina sem að hitið nær að fara svona eitthvað aðeins upp fyrir frostmarkið. Nú síðan áfram að þá mun þetta laðadræg liggja hérna áfram við ströndina en þó hæðin svona aðeins að taka völdin hjá okkur og reynir svona að ýta þessu úrkomusvæði frá landinu en það verður kalt hjá okkur eins og við sjáum frost hérna norðanvert landið en hitastigið svona við frostmarki hérna við suður- og vesturströndina, sól og blíða hérna norðanlands en ský hérna sunnan og vestan til og gæti svona orðið einhver snjómuga hérna við suðurströndina. Nú síðan áfram á miðvikudeginum að þá hæðin að þoka sér aðeins suður á bóginn og svona reyna að reka læðina frá landinu. Það þýðir að það verður bjartviðri og kalt hérna fyrir norðan en áfram hérna verður nú skýjað hérna að mestu sunnan og vestanvert landið og síðan snjókomubakki sem spáir að gera ráð fyrir því að nái hérna inn á vestfirðina þannig að það gæti nú svona orðið einhver slitta eða snjókoma þar á fimmtudaginn. Nú síðan fáum við breytingar á föstudaginn eða aðfaranótt föstudagsins þá kemur lægð hérna upp á landinu nær að reka hæðin í burtu það ferður þá að vaksa hérna vindur úr austri og síðan kemur úrkomusvæði hérna inn á sunnanvert landið á föstudaginn. Það fylgir svona einhver smá hlýindi en þannig að það spurning hvernig þessi úrkoma verður væntanlega verður þetta fyrst snjókoma slitta og síðan rigning en norðan til gert ráð fyrir því að það verði áfram þurrt. Við skulum líta aðeins hérna til Evrópu og skoða veðrið þar. Hæðin nú að þoka sér hérna suður á bóginn og það verður því fínt veður væntanlega í Noregi og Svíþjóð á morgun en mikið lægðasvæði sem liggur hérna miðbik álfunnar og það gert ráð fyrir því að það verði talsvert mikil rigning hérna við kringum Alpana eða reyndar kemur nú til með að snjóa í Alpunum en mikil úrkoma á norður Ítalíu og hérna á Balkanskaganum við Adríahafið en síðan ef við förum hérna Svartahafinu og suður til Grikklands og suður Ítalíu þá aftur á móti gert ráð fyrir fínasta veðri þar. Nú það lægðasvæði hérna yfir Frakklandi og því gert ráð fyrir að rigni þar víða og sums staðar mikið. Einnig nú gert ráð fyrir að það rigni bæði í norður Spáni og Ítalíu og Portúgal ætla ég að segja en hérna sunnan til mun bjartara og hærri hitatölur. En á morgun hjá okkur verður einhver snjómuga hérna við suðausturströndina svona næsta sólarhringinn. Það verður frekar kalt hjá okkur en nokkuð bjart sérstaklega landið norðanvert en meira svona skýjað landið sunnan og vestanvert. Við látum þetta duga veðri í bili. Verið sæl.